Og hérna og fyrra skotið Allegro Ronny. Seinna skotið á Davíð. Það 1-0. Nú Skallagrímur komin í bara maður og mann allan völlin síðast mér. Og það fipar allan Ingva og þeir allan ná trappan. Helgi hann endar að fara bara alla leið og setur hann í. Vel gert af Helga. Sigtryggur Arnar kemur upp með boltan, fer upp í langan tvist og setur hann. Glæsilega gert af honum. Hann spilaði með okkur stólunum fyrir nokkrum árum síðan og fær villu hana. Sonur Björns Sigtryggs ef einhver mann það ekki og veit það ekki. Var með betri ef ekki besti leikmaður Skallagrímsmanna í fyrra þegar þau spiluðu í úrvalsdeildinni. Féllu niður með naumundum. Það bara frábær vörn hjá Guðberti þarna. Erfið sending á Arnari. Pálmi Geir og hann harða villu hana. Flott hjá Pálma að fara alla leið og það villa á Davíð Ásgeirs á Skallagrim. Pálmar leiðaninn fyrir 2 mínútum. Stigaskor að dreifast mjög hjá okkur í stólunum. Daniel Town sem 2, Helgi Rafn 2, Lewis 3, Sabbi 2, Pétur 2. Skallagrímsmönnum þá Arnar með 7. Aðrir minna. Pálmi setur seinna vítið. Klúðraði því fyrra þannig að kemur mununum í 3 stig og 15-12. Flott vörn hjá Ingva. Ingvi á 2 villum. Fín vörn. Erfið sending sem að 3 sekundur. Nei, hann tvíkar bara, fyrir ekki ykkur. Það ennþá pressan hjá Skallagrímsmönnum. Aðeins að taka nokkra sekundur af klukkunni. Gera þetta aðeins erfiðara fyrir okkur að komast upp völlin. Þetta reddast allt. Ingvi fær galopnum þrist. Setur það ekki. Pálmi með glæsilegt frákast og setur hann í. Frábærlega gert hjá Pálma. Flott vörn. Þetta allt mjög oft villa. Og 2 skot. Skallagrímskonum bónus með 2.48 eftir að fyrsta leikrunda. 15-14 í staðan. Og 5 bói kemur inn á fyrir Ingva. Ingvi var komið með 2 villur. Sigtryggur Arnar á lína með 2 skot. Setur fyrra skotið. Örugglega. Seinna skotið á Arnari. Negli því niður. Þá það Finnbogi. Dribblar okkar menn. Arþór og hann fer bara yfir. Já. Glæsilega gert. Óheppinn Helgi hann. Flott villa hjá Finnboga. Stoppar Haralblöð. En aftur á móti þá erum við þeir í bónus, þannig að það eru 2 skot. Og það Davíð Ásgeirs sem að fer á línuna. Fyrra skoti á Davíð rakleiði Sóni. Engin vandamál þar á bænum. Seinna skotið. Neglið því niður líka.
19-14 fyrir Skallagrim. Mjög aggressív þetta og bara mjög einmitt sendingi sem Skallagrimsmenn vilja að við sendum. Þvert yfir völlinn og Arnar kemst fyrir sendinguna og Arnþór fær síðan villu strax eftir lilla sendingu og sendir Arnar á línuna fyrir 2 skotum. Fyrra skotið klúra því. Seinna skotið neglir niður og það er beint í press aftur. Finnbogi tekur boltan upp sem erfitt en hann sleppir því. Pálmi fær boltan. Við erum bara komnir í sóknina aftur. Erfið sending á Helga. Helgi Freyr. Mikið fát og tindastólsmenn að flýta sig mikið. Það verið sleiknir yfir þessari pressu. Bara mjög aggressív og hröð pressa hjá Skallagrimsmönnum. Erfitt skot hjá Arnari þarna. Hann fer framar á hringinn. Helgi með football pass á Pálma sem að fer upp. Nær sínu eigin sóknarfrákasti, setur hann honni og fær villa auki og er á leiðin á línuna. And 1. Mjög vel gert hjá Pálma. Þá er það skipting. Arthur fyrir út af fyrir Sigga Pál og Sappi er væntanlega að fara að skipta fyrir Pálma þar sem hann situr ennþá. Hann klúrar þessu þannig að Pálmi fara að vera lengur inn á. Flott vörð hjá Sigga, óheppinn að stela ekki boltanum hana. Fín vörð. Stela Darren Town fær hérna ruðning á sig. Hann kom inn á fyrir Helgarafn, afsakið það, ég tók ekki því. Hann, fær ruðning hann á sig og þá kemur Sabbi inn á fyrir Pálma. Og þá eru Skallagrimsmenn að henda boltanum inn. Hann langaði þristinn hann hann stígur út. Stígur endalínuna. Finnbogi með upp með boltan. Löng sending fram á við. Beint á Sigga, hann fær hann aftur og fær villu. Það er bónus, þannig að Finnbogi er á leiðinu línuna fyrir 2 vítum. Fyrra vítið er raklegt ofan í. Seinna vítið sömuleiðis. Siggi Páll er hérna í fullkort pressu á boltamanninn. Gerir það fínt bara, flott vörð hjá Sigga. Langur þristur. Þessi var aldrei á leiðin honni og fínt frákasti á Towns. Það er ein lang Sappi, allar leið, setur honni. Það er sama, óheppinn hann. Flott frákast hjá Elvari Már. Sóknar frákast og 2 stig. Finnbogi finnur Helga Freyr, Helgi Freyr á Sappa. Sappi, þetta er langan þrist. Setur hann ekki á ný. Mikil hlaup núna í leiknum. Og Finnbogi fær villuna á sig. Og það eru 2 víti fyrir Skallagrim.
fyrra vitið. Setur það niður. Setna vitið fyrir ekki honni að það sóknarfrákast, illa stíði út fyrir tveimsmönnum og hann setur honni. Kemur skallakemsmönnum í 27-20 og 26 sekundur eftir. Nei, fyrir ekki, 25-20 og 26 sekundur eftir þegar að Tindastóll á 2 víti. Darren á vítalínunni. Setur fyrra vitið honni. 25-21, 25 sekundur eftir, 26 sekundur segjum. Pétur hún komin inn á fyrir Finnboga. Setna vitið ekki honni en skallagerðismenn fara of snemma inn í. Guðbjartur, nr. 14 hjá þeim, fyrir of snemma inn í teginn, þannig að það fær annað tækifæri. Já, negli því honni. Siggi Páll með vörnina. Og Pétur hún að stelu þessi bolta og fer alla leið. Setur honni, glæsilega gert. 25-24, 11 sekundur og þeir trappa, já, Sigtryggarnar, hann krækir sér í villu þarna og er á leiðinni á vítalínuna með 2 stig. Fyrra vitið. Það er honni. Seinna víti hjá Arnari. Sömuleiðis 27-24 fyrir Skallagrim. 8 sekundur sem Tindastóll hefur. Pétur með upp með boltan. Missir boltan og það rennur út í sandinn og fyrsti leikhluti kominn bækurnar. Það var mikil hlaup það sem ég sá að þessum fyrsta leikhluta. Alls konar mistök á báða búa hjá liðunum. Enda fyrsti leikur hausins. Allir bara sátti með að þessi byrjað. Fínt að starta þessu Lengjubikarnum. Tindastóll svo sem teflir nokkuð svipuðu liði fram. Bætast við hana Pálmi Geir og Arnþór og nýr útlendingur. Annars eru leikmennin þeir sömu fyrir utan 2 nýja þjálfara og aðstoðarþjálfarinn að stýra liðinu hérna í kvöld þar sem að hann vant við látin. Skallagerðismenn allan að það sem ég sé þá eru þeir nokkuð svipaði líka en ég bara nú ekki alveg með þetta á hreinu. Ég veit til dæmis ekki með hvort að Páll Axel sé hættur eða hvort hann hafi farið eitthvað annað. Ég bara viðurkenni það, ég bara manna það ekki eða hvort ég hafi lesið það. En klárlega þeirra sterkasti maður Sigtryggur Arnar, nr. 4. Komið með 12 stig af þeim 27 sem þeir eru búin að skora hérna í fyrsta leiklutanum. Við bara, það hefur verið að rúla fínt á liðin okkar verðist vera og væntanlega ætla að nýta Lengjubikarnir í það og sjá svona hvernig staðan er á sem er bara glæsilegt vægast sagt. Jæja, þá byrjum við. Það er Pétur, Helgi Freyr, Darren, Siggi Páll og Sabbi sem eru byrjaðar og þeir byrjaði að stela boltanum að okkur og Sigtryggur
Þarna var mjög alls konar skrýtnir hlutir í gangi, en allavega það enda með því að það dæmd villa á Sigga og skallagamur á boltanum endalínu og Sigurður er hérna að fara galoppi skot sem hann klúrar ekki á sabbina frákastinu og hann byrjar að dribbla fram, finnur Darren sem að skrefar þegar hann grípur boltan. Ég bara sá þetta ekki reyndar út af körfunni hérna sem er fyrir, en þetta hlýtur að vera rétt. Drúinningi að dæma eitthvað sem hann hefur haldið að vera vitlaust. En þá er Sabbi Bekka frábær vörn eiginlega bara fínasta vörn. Þar er Lewis komin inn á hana og Viðar kom inn á fyrir Helga Frey og Sigga. Þar er Lewis á erfiða slæma sendingu, eða Sabbi nær hann ekki að taka sendinguna frá honum. Og hérna þá var skallagamur sókn og Sigtryggur Arnar fyrir þeim. Hann sendir á Davíð Ásgeir sem að fer í step-back twist og Sabbi nær frákastinu. Þar er Lewis kemur upp með boltan, finnur Viðar og Pétur, finnur Sabba og Sabbi galopinn þrist. Já, hann dundrar þessu svona, ekki þetta vandamál. 27-27, 8:40 eftir á öðrum leikkluta. Arnar, Pétur til varnar, hann fær tvöfald skrín, Pétur vinstri, miskilningur hann í vörninni. Enda með því að Þorsteinn setur layupið sitt og Darren brýtur á honum í leiðinni, þannig að hann er á leiðinni á vítalínuna fyrir 1 stigi. Var einhver miskilningur hann á milli Darrens og Sabba. Gerði það að verkum að hvorugur var að dekka hann. Þetta og allt þetta að slípa saman þegar líður á. Vítið það skoppar Róni og skalleglingsmenn er ennþá í þessari maður og mann pressu. Pétur sprengir hann upp hann með sterku dribbli fram og við erum bara komnir í sókn. Darren hérna upp á lyklinum, finnur Lewis með glæsilegt gegnumbrot og hann leggur boltan auðvitað ofan í. Flott curl hann hjá Lewis í kringum hann og gegnum teginn og upp. Viðar til varnar á Arnar, hann krossar hann í burtu við Darren Towns finnur flott vörn hjá stólunum núna. Erfitt skot sem hann setur ofan í. Klukkan var renn út hann að skotklukkan og hann fyrir að skjóta og hann bara dundrar hann ofan í. Núna er Dalí Lewis kominn á uppáhaldsstaðinn sinn, fær villu. Og Davíð, þetta er 3. villan hjá Davíð Ásgeirs. Hann mun væntanlega fá sér sæti. Og já, hann er að fara að fá sér sæti. Já. Og spilar örugglega lítið sem ekkert hvað sem eftir er þessum fyrir hálfleiks. Gæti komið eitthvað inn á. Það er Darren. Lewis vill fá hann niðri og hann fær aðra villu. Atli sem brýtur hann á hann og krækir yfir öxlina á honum. Það er bara misjafnar undirtektir úr stúkunni hérna. Það er Darren út af fyrir Helga. Og hann er ekki rosalega sáttur með þessa skiptingu en það vilja allir spila. Valgerða inn á Lewis. Lewis er alltaf að skrefa hérna. Hélt að hann væri að fá villuna og skrefar og tvígrip alls konar dótari. Hann er komin í vörnina hana og hann bara frábær vörn, óheppinn að ná ekki boltanum stundum endar að vill á Viðar. Það var Sigtryggur vantanlega á leiðin á línuna þá, eða hvað?
Já. Þannig að, já. Nei, það gæti ekki verið. Það er bara... Það er bara innkast á mótsvið. Hérna... Þurrka boltan og svona. Það er vel mætt inn í fjósi í Borgarnesi. Það er mjög skemmtilegt að sjá. Fyrsta leik. Það er Arnar, Viðar Arnar. Og langur þristur í Arnari og hann dundrar ofan í. Frábærlega gert. Og Lúis hann bara krossar hann fram hjá honum. Ekkert vandamál. Ætti á að fá villu hann erfið þristur á Pálma. Hann átti að senda Lúis hann. Lúis er galopinn. Og Helgi nær ekki frákastinu en Atli nær frá Helga og það er villa eða eitthvað, hvað er í gangi? Það er leikli, Tindastóll, Skallagrimur er komið yfir 38-29, 6:48 búnar að öðru leiklutanum og það er bara, Skallagrimsmenn eru bara að vinna baráttuna miklu betur heldur en Stólarnir. Sigtryggur Arnar er komin 18 stig hjá Skallagrímsmönnum. Það er bara helmingur stiga þeirra næstum því. Jú, það eru helmingur stigin. Já, hjá Tindastóllsmönnum þá er það Svabbi með 7, Pál með 5 og Lúis 5, aðri minna. En hérna... Þetta er að byrja aftur og enn flautar þjálfari Skallagrímsmanna. Ekki smá flaut maður. Erfitt þarna og þeir stela boltanum. Þetta var bara mjög erfitt. Ég hef enga trú á að þetta hafi verið það sem þeir ætlaðu að gera eftir leiklið. Að Helgi Rafn hafi átt að dribla boltanum upp finnst mér mjög ólíklegt en þetta er eitthvað sem að mun væntanlega vera að tala um í hálfleik ef að það verður ekki búið að finna lausn á þessu fyrir það. 38-29 staðan en það er þetta að byrjað og Sigtryggur Arnar fer upp í þrist. Hann er bara að dundra þessu onni maður. Hann er sjóðandi heitur. 41-29. Sigtryggur Arnar búinn að setja 3 þrista núna í þessu leikluta með ansi langt frá. Darri Lúis. Erfitt skot hann hjá Lúis. Sigtryggur fer alla leið, hann blokkar að Helga Rafn og hann nær boltanum og sendir á Viðar og Lúis alla leið setur honi. 40-31, keyri í baki á hann. Það er flott vörð hjá Viðari. Hann bara kemur upp með boltan og fær villun á Arnar. Óþarfa villa hann á Arnari. Allir varnarmenn Skallagrímsmanna voru búin að koma sér fyrir á sínum stöðum. Þá er það Helgi Freyr inn fyrir Viðar og Yngvi inn fyrir einhvern. Þetta er Lúis. Arþór. Helgi Rafn á Yngva, Yngvi á Pálma.
Pálmi dribblar inn teginn, erfið sending á Artur upp í þristinn, stundar hann ofan í, já. Artur Freyr Guðmundsson mikil skytta, flott skot. 41-34, 7 stiga leikur, 5-38 eftir á öðrum leikilda. Og Tindastóll eftir að koma með króka móti Bræði hérna og fara í maður og mann pressu, sýnst mér. Jæja, Arnþór hérna á Arnari. Arnar hann að reyna að sækja villuna, fær ekkert. Fín vörn, hann fær alla leið, stepbacks, twist, beint honni. Arnar virkar í mjög góðu formi hérna og á væntanlega eftir að gera mjög gott í fyrstdeildinni í vetur. Arnþór hann upp með boltann fyrir Tindastól. Pálmi finnur ekki Helga, fær ruðninginn. Arnar fær ruðninginn. Það eitthvað Arnar ekki að sælja búinn að það og biður skiptingu. Fær skiptinguna, já. Það Helgi Freyr stelur næstu í boltanum, glæsilega vel. Nú spurning hvað Skallagrímsmenn gera þar sem að Arnar búinn að skora nánast öll stigin í öðrum leiklutunum. Nú einhver annar að stíga upp og það byrjað að trappa hana. Helgi nær og það stólinn boltinn. Leið og leikstjórnandi fer að sjáu bara hvað Arnar örgur á boltan og stýri leik Skallagrímsmanna alveg. En það okkar bolti, Tindastóls bolti og skipting hjá Skallagrímsmönnum. Helgi Rafn fær greiðarlega körfunni og þeir þurfa að brjóta svo hann fá ekki auðvelda körfu og senda hann á línuna fyrir 2 vítum. Það blautur bolti. Og fyrra vídeó Helga. Það dettur ekki. Og seinna vítið. Hann neglið í honum. Skipting hjá Skallagrímsmönnum. Arnar Smári fyrir út af og Kristófer kemur inn á. Númer 7. Það næstu nærið því stóli bolti. Jú, það stóli bolti. Arnþór stelur boltanum, finnur Helga Freyr. Hann næri ekki að setja hann onni. Og það aftur pressa. Og þeir finna mannin ekki. Jú, kom hann síðan fram með völlin. Þá Pálmi 1 með 2. Frábær vörn hjá Pálma. Hann ver þetta skot út af en engin skaði fyrir Skallagrímsmenn. Þeir fá bara boltan á endalínu. Og geta hafið sína sókn með 13 sekúndur á skotklukkunni. Pálmi fína vörn honda frá þriggja flott. Erfitt skot sem að Skallagrímsmenn þurfa að taka yfir Helga Rafn. Yngvi, Helgi Freyr inn á Helga Rafn. Pálmi, Helgi Freyr upp í þrist. Ekki honni. Og þetta villa á Helga Freyr. Hér skiptast fólki 2 hópa.
Annars vegar áhugavændur Tindastólus vilja fá ruðning en áhugavændur Skjaldarmerkjum töldu þetta lítið að fá bara villu og vildu að fá óíþróttamannslega villu. Það bara villa og Skjaldarmerkjum komin í bónus og það bara 2 víti og fyrra vítið onni. Kemur þessi 44-35 fyrir Skjaldarmerkjum. Atli á línunni fyrir Skjaldarmerkjum. Setur seinna vitið gert. Það 45-35 tíusta munur og 4:15 eftir af leiklutanum. Ingu með galopið þrist beint á körfuna. Ekki onni. Helgi með sterkt frákast fyrir upp en það brotið á honum. Það leikli. Skjaldarmerkjum taka leikli. Ætli ég tæki mér ekki bara leikli líka. Jæja. Það var Helgi Rafn á línuna fyrir 2 skotum. Setur fyrra vitið. Eftir flott sóknarfrákast þarna í lokasókninni, síðustu sókninni. Seinna skotið fram á hringinn. Pálmi frákastinu, vel gert. Arthur innur Helga fyrir Rafn og fær aftur villu. Glæsilega gert. Arthur var í galopnu þryggjastöð skoti. Finnur Helga, fáum villu og 2 auðvelt stig og þjálfari Skjaldarmerkjum ekki sáttur með síðasta sóknarfrákast. Það enda á ekkert að leyfa sóknarfrákast eftir vítaskot. Fyrra vitið Helga onni. Seinna vitið. Það ekki onni en hann nær sínu eigin frákasti og Pálmi blakar honum á Ingva. Og Helgi Freyr stillir bara upp í sókn. Vel gert hjá okkar mönnum. Arthur upp í langan þrist. Ekki onni en það frákast. Villa á Skjaldarmerkjum. Við erum að vinna frákastabarátuna núna sem leiðir að því að Skjaldarmerkjum þurfa að spila Daví Ásgeirssyni á 3 villum núna í öðrum leikluta. Pálmi á vítalínuna. Auðvitað að setja Pálmi í maður. Vel gert Pálmi. Kemur þessu niður í 7 stig, 45-38. Og seinna vitið 45-39. Og Darjan kemur inn á fyrir Helga. Og það aftur og enn og aftur. Það aðeins að slaka á pressinu núna. Bara fyllt manninn upp völlinn, aðeins að taka 1-2 sekúndur á klukkunni. Erfiður þristur og það bakreynding vel gert hjá Pálma, stígur bara út. Þannig að Þorsteinn
gat ekkert annað í stöðunni ef hann ætlaði að fá þetta frákast og þá þurfti hann alltaf að ýta Pálma í burtu sem hann gerir og Pálmi uppskerir 2 vítaskot. Þess vegna Tindastóll komið í bónus. 45-37, 3:29 eftir af öðrum leikluta. Svapp undirbúið sig að koma inn á þannig að hann vantilega að koma inn á fyrir Pálma. Síðast en að Svapp ætlaði að koma inn á fyrir Pálma þá klúðraði Pálmi sendavítinu til að og hélt sér þannig lengra inn á. Við ætlum vona að hann gerir það ekki aftur. Setja þetta bara onni og setur fyrra vínut onni og kemur sér í 5 stig. Setna vítið setur hann 1 onni og ferður út af. Svapp kemur inn á fyrir skotmann. 45-41. Það Siggi alla öllin, já, flott vörð hjá Sigga. Næra þipp hann. Það er mikið. Hann tekur Eurostep 5 og Svappa, glæsilega vel gert. Arthur tekur boltinu. Siggi á Darren. Darren ætlar bara alla leið. Gerir það. Klúra. Ósáttu að fá ekki villu. Þannig að Siggi, frábær vörð til Sigga. Hefði átt að vera aftur fyrir miðju, hann var komið með boltan á sinnvallarheimling og fer aftur fyrir. En ágætis vörð hjá stólunum. Yngvi fær síðan villu. Og Davíð Ásgeirsson sækir villu á Yngva sem að að fá síðan þriðju villu. Pétur kemur inn á fyrir Arthur og Viðar inn fyrir Yngva. Davíð að fara á línuna og skjóta 2 skotum. Setur fyrir vitið. 48-41. Og 2:38 eftir af öðrum leiklutum. Og setna vitið á Davíð. Já, hann leikur. Þeir halda fram að pressa boltamann og hann kominn í sókn. Svappi kemur upp. Fyrir Darren. Darren finnur Sigga, frábærlega vel gert. Og endar með því að það æsingur í Skallagrímsmönnunum sem endar með því að þeir henda boltanum út af. Og það Tindastóllsbolti. Og það tekið á sama stað þar sem boltin fór aldrei í leik. Nú kemur Sigtryggur Arnar aftur inn fyrir Skallagrímsmönnum og mun þá væntanlega koma meiri ró yfir leik þeirra, finnst mér líklegt. Svappi fær boltan með baki í körfuna og hann vildi fá villu hann en hann væri ekkert fyrir síns nú. Svappi fær hann aftur og Siggi Pétur í galopið þrist, setur hann ekki honni. Arnar nær frákastinu, kemur honum á Atla og Atli fær vill á Pétur. Það á leiðin á vítalínuna fyrir 2 skotum. Siggi fer útaf fyrir Darrell Lewis. Hann hefur ekkert spilað núna í langa tíma. Ég segi, það hefur rúllað vel á liðinu. Allir að spila og Atli setur fyrra víti honni. Setna vítið. Jájá, setur það honni líka. Staðan er þá 51-43 fyrir Skallagrímsmönnum. 1:50 eftir af öðrum leikluta.
Sappi finnur Darren með baki í körfuna og hann fer alla leið og fær villu þarna, ósáttu við sjálfan sig að setja þetta í góni. En hann er að fara að taka 2 vítaskot. Fyrra víti á Darren. Já, dundrar að þjóni. Ekkert vesen á himbænum. 51-44. Og komum við að seinna vitinu. Setur það auðvitað Dóni. Þá er Arnar boltan við til varnar. Pétur. Erfið sending. Reddast. Arnar dræfur á körfuna. Ætlaði stepback fyrst. Ég bara sé ekki hvað í gangi eins og Arnar, það er bara stólinn bolti hjá Tindastólsmönnum. Og Darren fer alla leið, vill fá villu, fær ekki. Pétur kemur sóknar frákvistunum. Og það er bara sett upp í nýja só. 10 sekúndur eftir að skotklukkunni. Darren Lewis ætlar að gera eitthvað, finnur Pétur í horninu. En Pétur stígur út af. Lítur að vera, eða skrefar. Ég sá ekki hvað dómarinn dæmdi. En það skiptir ekki máli, hvort sem það er. Þá er Kjartan komin í sókn og Sigtýr Arnar kemur upp með boltan, hann fær skrín báðum megin. Hann setur svinga boltanum yfir og það er stig út af. Það er búið að gerast núna, já, nokkuð oft í leiknum að menn er að stíga út af. Pétur kærulaus þarna en fær villu á Atla, nr. 9 Skallagjum. Fyrir að rýtsa inn. Og það er kominn bónus hjá. Þannig að Pétur er að fara að lína og skjóta 2 vítaskotum. Og það eru 50 sekúndur eftir af öðrum leikhluta. Þessi var frekar hægra menni á Pétri og fer ekki á ný. Þá er það bara seinna vítið. Hann setur þá ný. Og Viðar er í full court pressu á, eða svona, fylgir allan Arnar upp. Mætur hann síðan á miðlínunni og það er bara dribblað út skokklukkuna. Fær skrín og það er stólinn bolti og Viðar nær boltanum. Og það er nei, hann fær enga villu. Og þarna er mikið blokk á Viðari. En það kemur ekki sök þar sem hann blokkar í spjaldið og hann fer í hendurnar á Davíð Ásgeirssyni sem setur boltan onni. Pétur er komin í sókn þá, finnur Darren Lewis og hann leggur boltan onni. Hann er hann að berjast við Arnar. Arnar finnur Atla, hann er fyrir utan þriggja línuna og dundrar hann onni og þarna endar fyrri hálfleik, staðan 56-48. Það er nú búið að vera svona heldur mikill haustbragur á þessu. En það er svona sem ekki við öðru að búast en þá er það bara 1 kaffibolli og við sjáumst eftir svona cirka 10 mínútur.
Jæja. Þá skulum við vera að byrja þetta. Herðu, það er 56-48 í áleik. Skallagrímsmönnum í vild. Byrjunliðin eru þannig að Tindastóls er Viðar, Pétur, Darren, Lúis og Svabbi. Og Skallagrímsmegin er það Sigtryggur Arnar nr. 4, Atli nr. 9, Kristján Örn nr. 12, Þorsteinn nr. 15 og Davíð Ásgeirs nr. 6. Skallagrímsmenn byrjaði að tapa boltanum hérna. Þannig að stólunum er komin í sókn. Pétur honum boltan, kemur hún á Viðar. Viðar fyrir Darren. Darren hann heppinn að fá ekki villu. Og hann finnur Svabba, erfitt. Svabbi verður að skjóta, hendi bara boltanum eitthvað. Lúis reynir að koma eftir honum. Það er þristur. Og Viðar Daði heppinn að fá ekki villu en Lúis fær hann og leggur hann onni. Það kemur Sigtryggur Arnar upp boltan. Viðar til varnar. Svabbi, Sigtryggur Arnar. Hann fer inn í miðjuna, finnur Þorsteinn sem leggur hann onni. Þetta var pínu tilvíðunarkennt að enda með því að Svabbi kemur upp hinum meginn og leggur hann onni. Hröðsókn hjá okkar Tindastóls gera það verkum að Svabbi fekk bara opið leið upp eða bara dægilegt leið beint á móti körunni, stóðningur frá Pétri. Sigtryggur Arnar krossar Viðar í burtu sem enda með því að það er galopið þristur sem fer ekki onni. Lúis kemur upp með boltan, kemst fram hjá Arnari, finnur Pétur í horninu. Pétur finnur Viðar, Viðar dissar hún, nei. Það er villa á Þorsteinn hjá Skallagrímsmönnum. Þetta er hans 5. villa, þannig að hann er úr leik. Mun ekki spila meira í þessu leik. Það er skarð fyrir skildi hjá Skallagrímsmönnum þar sem þeir eru ekkert rosalega hávaxnir. En væntanlega eftir að fá. En stígaskor það sem aðverið á Skallagrímsmenn komni með 58 og Tindastóls 52. 8 mínútur eftir að Darren keyrir inn í nei, hann fær villu. Það villa á hann. Það villa á Atla. Skils mér, það var á 12. Atli, það er fjórða villan Atla. Og það er Pétur með kast inn. Lúis fær boltan. Lúis á Davíð. Fín vörn en Lúis kemur á onni. Hann er svo sterkur á þessum stað. Viðar eltir Atla, fer út í ógöngur. Enda með því að hann kastar boltanum frá sér og Lúis fær hann. Dribblar fram hjá Finnur. Hélt að hann væri með Pétur. Það er dæmt villa hann á Svabba. En mjög skrítinn dómur þar sem dómarinn við endalínuna dæmdi þetta og Skallagrímsmaðurinn sneri baki hann og gat ekki séð þetta. Hefði aldrei getað. Og Viðar með frábæra vörn á Arnar. Og sem enda með því að Skallagrímsmenn eiga held í boltan. Ég er nokkuð viss um það. Skallagrímsmenn, hann fór af Viðari. Arnar í erfitt skot sem að Svabbinn er að rugla, hann þarf að senda það í burtu. Og það er sóknarfrákast hjá Skallagrímsmönnum. Það var að færast meiri harka í þetta hérna. Og það er ekkert, þetta er bara á villa á Pétur. Fín villa á Pétri, stoppa þess að villisu. Margir vildu fá óíþróttamannslega villu hérna en það var algjör
engin þörf á því. En það kemur Sigtryggur Arnar, Viðar til Arnar. Kristján Örn driblar inn teginn, sendur á Guðbert sem missir boltan, Darren finnur Lewis fellur framfyrir sig hana, missir fæturnar en nær að redda þessu. Pétur inn í miðjuna, upp í skot og það leikur hann í 56-54 nei, 58-56 Skallagrímsmannum vil, Arnar kemur upp með boltan, Viðar brýtur á honum. Arnar reiður hann eitthvað til sjálfan við sig. Arnar kemur út af fyrir, nei, inn á fyrir Pétur og Yngvi kemur inn á fyrir Lewis. Nei. Yngvi, já, miskilningar hann. Yngvi kemur inn á fyrir Viðar. Og Yngvi þá á Arnari, Arnar fer í gegnum skrínið, fyrir erfitt skot framan á körfuna. Og Yngvi kemur boltan upp, finnur Arþór sem finnur Sappa og hann setur út onni. Flott sókn hjá Tindastöllum, það er jafna leikinn 58-58 og það er leikleið hjá Skallagrím. Fínast áhlaup hérna hjá stólunum en stiga sko leikmanna er þannig að Sigtryggur Arnar er með 23 stig fyrir Skallagrímsmenn og Atli með 15, aðrir minna. Hjá stólunum dreifist þetta mjög jafnt og segir á stólunum er það á Lewis með 13, Sappi með 11, Pálmi með 9 og aðrir minna. Varandi villur þá er þetta hérna Finnbogi, Pétur og Yngvi með 3, Elvar Már, Davíð Ásgeirsson, Atli og eru með 3 segi og síðan er Þorsteinn komið 5 villur og er útilokaður frá leiknum. Það er skiptingar, Pálmi kemur inn á fyrir Sappa, Lewis kemur inn á fyrir einhvern. Nei, hann fór aldrei út af fyrir ekki. Það er þetta Darren, Towns, Lewis, Yngvi, Pálmi og Arþór. Það er þristur hjá Skallagrímsmönnum. Pálmi seitt hann út og Guðbjartur neglir niður þrist fyrir Skallagrímsmenn. Kemur þess þremsum yfir 61-58. Pálmi fær, það er Darren Towns driblar út af mikinn fögnuð viðstaddra. Það er Skallagrímsmenn. Atli upp í skotið sem Pálmi bara blokkar. Hann er með mjög mikið vængkama Pálmi. Darren Towns, hann driblar upp. Yngvi langaði þristinn, finnur Lewis á póstinum og Yngvi fyrir upp í galopið þrist. Lewis fær boltan, finnur Darren Towns, nei, hann setur í Skallagrímsmann og út af. Það er innkast sem stólanir eiga við endalínu. Pálmi finnur, nei, Lewis finnur Yngva, Yngvi ætlar alla leið, finnur Lewis sem að fær villu og er á leiðinu á vítalínuna að skjóta 2 vítaskjölum. Ég er öskraður 3 sekúndur á Lewis en ég held að boltinn hafi nú ekki verið búin að leiki 3 sekúndur. Lewis setur fyrir að víta onni. Seinna vitið, auðvitað neglar hann í onni.
Skipting Darren út af fyrir Helga. Atli fer út af nummer 9 hjá Skandinavíu fyrir Kristoffer nummer 7. Það pressa allan völlin hjá, það verið að meina Arnari sem boltan, láta einhvern annan taka boltan upp. Það Davíð sem gera það. Það Kristoffer nummer 7, hann finnur hérna Guðbjörn. Davíð fer alla leið, finnur ekki körfuna og Yngvi enda með boltan. Finnur langa sendingu Arþór sem fer með boltan og setur hann onni. Fín vörn hjá Arnari þarna, en Arþór setur þetta onni. Og þá eru Tindastólsmenn komnir yfir 61-62. Það bara fyrsta skipti sem þeir fara yfir síðan ég mætti hérna til leiks. Ára skal Skandinavíumenn að koma upp með boltan. Davíð Ásgeirsson fyrir þeirra hönd. Driblar Helgi Freyr til varnar. Davíð finnur Guðbjörn fyrir undan þriggja komu á Davíð Ásgeirs. Afsakið þetta við duttu úr mynd. Það mikil barátta hann í tegnum, enda með Helgi fær vill á sig réttilega eftir að baráttu við Davíð. Davíð væntanlega á leiðinu á línuna fyrst mér. Já. Fyrir tveim. Tvö skot. Tvö skot. En þjálfari okkar Tindastóls vill fá leiklega aðstoðarþjálfari sem ég kann ekki að bera nafni fram á. Einhvers megin Mannonen, eitthvað svoleiðis. En ég lít nú að læra það svona þegar að líða
veturinn. En staðan er 61-66 fyrir Tindastól. Búinn að taka þennan leikhluta nokkuð þægilega svona. En þetta er svona haustbragur á þessu öllu saman. En það er svo sem Lengjubikkarinn oft notaði til að slípa frekar liðin saman og þess áttar, en að vera að spila á mörgum mönnum hérna hjá okkur rúlaði liðinu mjög vel. Til að mynda í hálfleik þá var sá sem var búinn að spila mest fyrir Tindastóls búinn að spila 11 mínútur og sá sem var búinn að spila næstmestur 10 og síðan aðrir undir 10 mínúturum. En það er vítaskot sem Davíð Ásgeirsson er að fara að taka fyrir Skallagrímsmenn eftir að Helgir braut á sér. Fyrir að víti hjá Davíð. Hann neglir því Jóni. Óheppinn Davíð fyrir í leiknum að hafa lent í villuvandræðum og gat ekki tekið þátt alla í öðrum leikaldunum. Seinna vítið og setur það Jóni líka. Kemur þessi niður í 3 stig, 63-66 fyrir Tindastól. Það virðist hafa verið að fara vel yfir þessa pressuvörn hjá Skallagrímsmönnum í hálfleik, þar sem að þetta hefur gengið mjög þægilega. Helgir að fæ boltan inn í teig. Það sem hann er með 11 mann á bakinu. Skallagrímsmenn vildu fá Vill og Helga fyrir að halda honum. Dómarinn var ekki saman máli og dæma Elvar má brotlegan og Helgi er að fara á vítalínuna fyrir 2 skotum þegar það er 3:28 eftir af þriðja leikluta. Helgi setur fyrra vítið eins og drekka vatn. Og seinna vítið, já, ekkert vandamál. 63-68, 15 munur. Helgi Freyr vill fá ruðning hana, fær ekki. Enda með að Pálmi þarf að brjóta á miðlínunni til að stoppa hraðalblöpið. Engin bónus, þannig að þeir fá bara hérna. Jú, afsakið mig, það er náttúrulega komið bónus, það kom bónus síðast. Ég er bara að rugla. En þá er það Davíð Ásgeirsson aftur á vítalínuna fyrir 2 skotum. Fyrra viti fyrir Rúni. Seinna viti lekur af og Helgi Rafn nær sóknarfrákastinu. Arthur kemur boltan upp, finnur Siggi sem kom inn og fyrir Helga Frey. Vilja Helgi fái boltan, hann fær hann ekki, Siggi fyrir upp í þrist, setur hann ekki honni. Helgi Rafn eftir en Arnar kemur með sóknarfrákastinu, finnur Davíð sem kemur hratt upp, fyrir upp í snöggan þrist. Setur hann ekki. Pálmi í bátunni. Endan hjá Arnari sem fer upp. En Vill og Villu er ósáttur hann. Yngvi í boltan. Arnar er að dekka hann. Kemur upp. Yngvi bara á að fara alla leið. Hann finnur Pálma sem að með 2 stig. Vel gert hann. Kemur Pálmi. Þegar hann stela boltan. Nei, hann er að halda hann. Davíð Ásgeirsson róar þetta réttanlega niður fyrir Skallagrímsmenn. Mikið fát og Davíð ætlar að fara að sigga bara. Keyrir. Það er áminning á bekkinn hjá Tindastóls ef það er haldið áfram að tuða á tennviti. En hérna sækir Davíð Villu á Sigga-ból, Sigurból. Og Darren kemur inn á fyrir Helga og Viðar kemur inn á fyrir Arthur.
Arnþór kemur, er uppalinn Fjölnismaður og var að spila úti fyrir, á síðasta tímabili. Hann kemur til okkar núna. Fyrra vitið hjá Davíð fór ekki onni. Seinna vitið tekur smá skoppa framan á hringnum og fer síðan onni. Og Viðar er komin bara boltan. Misskilningur hann í pressuvörninni hjá Skallagrímsmönnum. Darren Towns fær og hann bara fer alla leið og setur hann í. Það var mjög bara fín hreyfing. Bara sterkari leikmaður. Flott vörn hjá Sigga. Mjög góð vörn hjá Sigga. Búinn að taka 14 sekúndur af skotklukkunni fyrir Skallagrímsmenn. Síðan fín vörn hjá Darren. Menda með því að Pálmi fær boltan. Yngvi finnur Darren sem fer alla leið og setur hann. 65-74 fyrir Tindastóll. 1:35 eftir af leiklutunum og nú er Sigtryggur Hallmann með boltan. Alltaf að reyna að sækja villu, fer alla leið. Hann er blokkaður og Viðar finnur boltan. Fær óþrjótamaðslega villu. Hann lét heldur betur skapið fara með sig í gunnur og alveg virtist að hafa sparkað í Sigga eða Viðar fyrirgefinn en sem á að náttúrulega ekki sjást á völlunum og hann er tekinn út af í smá kælingu. Viðar á línu, setur þetta honni í langbelti svarið í leiknum, það er að skora hinum inn. Seinna vitið, auðvitað, flott hjá Viðari og síðan fær Tindastóll boltan við miðlínu. Inn á og Yngvi með boltan, hann ætlar að fara fram með Davíð, finnur Finnboga fyrir Darren. Darren finnur Soppa sem að fer inn fyrir strikastelínu, setur boltan. Darren óheppinn að ná ekki frákastun hana. Viðar, Davíð ætlar alla leið, fær villu og óheppinn að setja hann í hjóni. Villa á Viðar, vantarlega. Já. Þraulaði hann hana inn í teginn. Og hann er að fara á vítalínuna fyrir tveimstíðum. Það eru 56 sekúndur eftir af þriðja leikluta. Staðan er 65-76.
Atli er, fyrra vídeó, Atli er Oni. Seinna vídeó Atla. Mikil baráttu í teiknum sem enda með að Viðar nær boltanum og síðan er Darren að dribbla honum upp. Sappi setur baseline twist. Ingu til varnar á Atla. Sappi. Erfitt skot hjá Davíð sem hann setur framan á hringinn. Viðar ætlar alla leið, keyrir í baki á honum, fer alla leið og fær villuna. Flott keyrsla á Viðari. 66-82 sekúndur eftir af þriðja leikhlunda. Og Viðar er að fara að skjóta 2 vítum. Fyrra fyrir Ekkonín. Seinna vítið. Það fyrir ekki heldur honni. Það eru 2 sekundur, 1 langur þristur. Engan hefur fyrir honni. En þá er þriðja leikhlunda lokið sem endar með því að Tindastóll vinnur hann með 32 stigum móti 10 hjá Skallagrim og kemst þar með 14 stigum yfir. Stigaskor hefur ekkert svo mikið breyst. Arnar er með 23 hjá Skallagrim, Daði Ásgeir með 12, Atli með 16. Hjá Tindastól er það Svavar með 15, Lúis með 15, Pálmi með 13 og Darren Towns með 10 aðri minna. Fjórða leikundur. Og Tindastóll byrjar með boltan. Svo skemmtileg regla að deila bara boltanum með öðru frá byrjun leiks. Darren verður með upp á topp. Handoff við Víðar. Víðar sem að finna Lúis á baseline. Óheppinn 10 sekúndur eftir af skotklukkum. Darren fær hann á póstunum, Víðar fer alla leið, finnur Pétur á þrist og hann setur hann. Glæsilega gert, flott í öllum broti og Víðar dregur að sig vörnina og enda með því að Pétur fær þristinn. Pétur að dekka Davíð fyrir og Guðbjartur nr. 14, Elmar fyrir nr. 5 hjá Skallagrim. Lítið í gangi núna hjá Skallagrim. En hann kemst fram með Viðari og er blokkað síðan að Darren. Pétur fram á Lúis. Lúis finnur Viðar sem er blokkaður í Darras. Davíð, hann átti þetta inni ef að Pétur minnir að Viðar hafi blokkað hann í, hvort það hafi verið hann, en hann blokkaði svona svakalega Skallagrimsmenn í fyrra hálfleik. Þannig að nú er þetta allt orðið jafnt í spjaldablokkunum. Skipting hjá Tindastóll. Pétur út af fyrir Arthur. Þá erum við með Arthur, Darren, Lúis, Viðar og Soppa. Arnar með erfitt layup hana og Darren ætlar að
Hann fær ruðning á sig. Það var ruðning á sig. Arnar sækir ruðning hann á Darren. Dómarinn vill meina hann hafi sett öxlina fram fyrir sig. Og hann tekinn út af. Helgi kemur inn á. Og skallingum menn sem fá boltan. Arnar við til Varnar. Hann fær 2 skrín. Við trappan við endalínuna. Fín vörn. Og enda með því að það er stólinn bolti. Og það er komið hröð sókn. Og erfitt hjá Lewis hann. Artur finnur Sappa á erfitt. Enda með því að Sappi við þrist. Það setur ekki. Það var nú alls konar krúsidúlur hérna hjá þeim. En maður getur virkað stundum. Lewis á Arnar. Arnar vill alltaf fá villu. Enda með að Eloma brýtur að sér á Sappa. Og boltan við hliðalínuna. Einhver pirringur í liðsmönnum Skallagrímsmanna. Eftir góðan fyrrháleik. Staðan er 66-83 fyrir Tindastól. 8 mínútur og 5 sekúndur eftir. Darren Lewis, Helgi Rafn, finnur Sappa, hann fer bara alla leið og fær villu á Atla nr. 9. Helgi Rafn á liðin á línuna. Fyrir 2 skotum. Fyrra skotið framan á hringinn. Heldur flatt. Seinna vitið. Tekur hring en Lewis er frábær baráttu á Lewis þar sem hann nær sóknarfrákastinu og fer upp. Fær setur boltan honni og fær villu að auki. Fær hérna. Vinnur sér þannig rétt á einu skoti. Þá er það ytterskotið. Setur það honni. Helgi Rafn er uppi, fær villu. Helgi Rafn er frá ákastunum. Vildi ekki vera minni maður en Lewis. Setti bara boltan ekki honni en ásíðan hérna er rétt á 2 skotum með þessum. Arni situr okkur Arnar með einhverja fótboltahæfileika. Þeir nýta svonum lítið í þessari íþrótt. Alltaf gott að vera fjölhæfur samt. Helgi Rafn fyrir 2 skotum. Það verður ekki að klikka 3. röð. Setur fyrir Rafn. Og það setna á. Dundrar því hún líka. Áfætt eða aftur í pressu. Og það er villa á Pálma. Það sem hann villa á Pálma já. Og nú ætlar Pálmi sko ekki að láta hanga sig aftur með hendurnar fram að sig. Hefur bara beint upp í loftið. Það verður að þurrka boltan. Þá getum við byrjað það. Og Sigtryggur Arnar kemur upp miðuna. Arþór til Varnar. Sigtryggur á Davíð. Flott vörn hjá Pálma. Hann bara vinnur boltan á honum. Finnur Arþór. Arþór ætlar að finna Helga. Erfitt en Helgi fer bara alla leið. Og hann er blokkaður af Guðbjarti. Og Helgi Freyr til Varnar en Kristófer tekur læglegt skref fram hjá honum og leggur hann honni. Arþór
kemur upp, finnur Pálma, Pálmi með kærisleysislega sendingu á Helga Frey. Þá er Lúis einn til varnar, en hann ver boltann á Davíð Ásgeirs. Helgi Rafn nær frákastinu síðan. Arthur finnur Lúis. Lúis finnur Pálma sem eru mislaðar hendur og missar hann út af. Óhefnið hann. Nú er líklega, já, það er líklega hjá Tindastólsmönnum. Þessum síðustu 3 sóknir hafa verið heldur svona út úr kortinu. Aðeins að skerpa á þessu. Það er 6:59 eftir af fjórða leikluta. 68-87 fyrir Tindastól. Þetta hefur verið mikill, já, baráttu leikur, ekki segja það bara. Haustleikur, margar villur og já, væga þess að margar villur. Það er einhver einasti leikmaður Tindastóls kom með villu í leiknum til að mynda. Og jæja, þá erum við tilbúin að byrja þetta aftur. Það er sama lið inn á hjá báðum liðum sýnist mér, já. Ekki búið að breytast. Arnar, hann sækir vill á Arthur. Já. Hann gefur dómarunum thumbs up fyrir villuna. Fyrir velunni störf. Arnar aftur. Hann vil bara fá isolation á, fær nú það ekki. Fyrir erfiðan þrist, setur hann í. Mjög vel gert, mjög vel gert. Og þá kemur Lúis upp með boltan og hann bara fer alla leið og setur hann ekki onni, en Helgi Rafn fylgir mjög vel eftir. Blakar hann onni. 71-89. Arnar kalla kerfi. Og fær screen ball megin. Og það er bara Tindastóls bolti. Erfið sending á Arnari sem að Guðbjartur átti aldrei séns á hann á. Þá kemur Lúis upp með boltan. Finnur Helga Frey. Helgi Rafn finnur Arthur undir körfunni sem leggur hann laglega onni. Mjög vel gert. Og Helgi Rafn var næstíð búinn að stilla boltanum sem gera það verkum með Guðbjart og 14 skallagrim sem að grípur ekki boltan og það er aftur Tindastóls bolti. 71-91, 20. munur fyrir Tindastól, 5:55 eftir að fjórða leikluta. Það er Lúis, kemur upp með boltan. Hann bara dribblar út af og það er skallagrimsboltinn. Mjög góð vörn hjá Davíð þarna. Lúi hlær bara þessu. Arthur til varnar á Sigtrygg. Helgi Freyr til varnar á Sigtrygg. Núna vill hann bara fara á Helga. Gerir það, Lúis kemur hann til aðstoðar. Það rennur hann. Guðbjartur í teignum finnur Kristoffer sem fer í þrist og setur hún í. Mjög vel gert. Þarna bara rennur hann á bleitu eftir væntanlega Arnar. Og það er bara Tindastóls bolti aftur. Ja, leiklega skallagrimsmegin, en mér sýnist nú dómarinn ætla að dæma skallagrimsmönnum boltan. Það er bara svona.
Þetta er náttúrulega bara, já, þetta er 74-91 eftir þristin frá Kristóferi á Skallagrímsstöðum. 5:26 eftir að fjórða leiklutunum. Eins og við sjáum að það er bara vel mætt hérna í fjósið á borgarlýsingum í kvöld. Hér er ég, Guðlaugur Skúlason heiti ég, og hérna kannski glemt að kynna mig í byrjun, ef þú ert að gera það. En þá er þetta allt að byrja aftur. Þá kemur breytt liðin hjá okkur. Viðar, Arþór, Helgi Freyr, Helgi Rapp og Pálmi eru inn á. En það er breyting hjá Skallagrímsmönnum líka. Kristófer fór út af en enda með að Guðbjartur hendur honum út af. Það sem Arnar feikaði niður. Hefði væntanlega verið 3 hefði hann haldið hlaupinu áfram en við eigum bara bolta við endalínuna til þess menn og Helgi Rapp kemur töltandi hérna á endalínuna til að taka boltan inn. Það er pressan aftur hjá Skallagrímsmönnum. Skrítinn. Pálmi grípur ekki boltan og fann hausinn. Þannig hérna. En Helgi Rapp tekur frákastið síðan aftur, eða Helgi Freyr hjálpar honum að stóra við þetta. Arþór kemur með boltan upp, finnur Viðar í horninu, hann klúrar þessu og það er Tindastóls bolti eftir baráttu í framkastinu milli Pálma og Daví. Og Helgi Freyr tekur boltan inn og hann finnur bara Helga Rapp sem að klúra sniðskotinu. Síðan kemur Kristófer hann upp. Davíð finnur Arnar sem fer í miðuna, hendi boltanum bara eitthvað. Bara mjög erfitt skot hjá Arnari. Sem enda með því að Tindastólsmenn eiga boltan. Erfið sending á Helga enn og aftur. Pálmi reyndar nær honum. Nei, Pálmi nær þess ekki. Og það er villa á Pétur. Það er Lúis að segja honum að spila þetta bara einfalt. Og eftir þessar 2 sendingar þá er bara tekið leikli. En svona Öfra rennur snögglega yfir stíginn. Skallagrímsmegin er Arnar með 26 stig, Davíð Ásgeirs með 12, Atli með 16, aðra minna. Lítið þeir eru 3 aðalskórarar Skallagríms í þessum leik. Hjá okkur dreifist þetta þannig að Pétur er með 10, Svabbi með 15, Pálmi með 13, Lúis 17, Helgi Rapp með 13 og Darren Towns með 10. Aðrir minna. Helgi Rapp bætir 8 frákostum við þetta en þetta er komið í gangi á okkur. Arnar er með boltan og hann er iðurlega með boltan í höndunum. Dribbla mikið yfirleitt.
Komin inn í miðjuna fyrir flóterinn. Endar í að Pétur nær sóknarfrákastinu og fer bara alltaf leið. Finnur Helgaram, já, þetta endar allan í höndunum með Helgaram. Þetta var nú uppalega Helgi Freyr. Og það er hérna pressað. Skjaldækjarnir sem koma boltanum yfir. Arnar er komið með boltan í hendurnar. Og það er erfitt skot þarna. Helgaram hendir sér eftir boltanum, nær honum ekki. Þannig að það er Skallagríms menn sem eiga boltan. Og Siggi, Sigurður Páll. Sigurður Páll kemur inn á fyrir Helga Frey. Og áður þetta komið, Arnar fær boltan. Hann driblar henni aftur, Viðar tekur bara boltan á honum. Pétur nær boltanum. Með Viðar vinstra meginn sem fer alla leið. Hefði átt að fara alla leið. Pétur fyrir stutt skot. Setur hann spjaldi honum. Skallagrímsmenn koma í hraða sókn. Og mjög bara fínn snúningur hana. Númer 7 Kristófer. Brýtur síðan af sér af Pétri. Og Finnbogi er að koma inn á fyrir Helgaram. Já. Staðan er 76-95. Pétur er að fara á línuna. 3:23 eftir af þessum leik. Það er eitthvað mikil reikistefna þarna á riddaraborðinu. Já, númer 7 komið 5 villur. Það hlaut eitthvað að vera. Þannig að hann þarf að fara út af þetta. Er þriðji leikmaður Skallagrímsmanna sem dettur út úr leiknum. Pétur klúðrar á fyrra vítaskotinu. Seinna vítaskoti einni, en Pálmur í baráttunni missir af boltanum, brýtur af sig síðan. Já, réttilega. Það eru konar vel yfir 20 villur á hvort lið. Örugglega verið að koma upp í 30 á hvort lið. Enda hefur þessi leikur farið mikið fram á vítalínunni. Fyrra vítið hjá Kristjáni Örni fer Óni. Þeir eru eitthvað mikið að spila saman hana. Og seinna vítið hjá Kristjáni sömuleiðis. Mjög vel gert. Það er skipting hjá Skallagrím. Það er fyrir út af svona minni spámenn virðist vera að koma inn á það sem ég kannast ekki séð að spila í leiknum allana. Pétur kemur á völlinn. Viðar, Finnbogi, Sigurður Páll, fínt kerfi, Viðar driblar í löppin á sér og þar með á Skallagrím boltan 3 mínútur eftir af leiknum. Það driblað Skallagrímsmenn, hann bara krossar Sigga í burtu. Já, Siggi rennur hana og það er ekkert í gangi og hann dræfir alla leið og setur honum. Mjög vel gert. Glæsilega gert. Það er Viðar. Hann finnur Pétur og Pétur fer bara alla leið og setur honum. Og að broti hérna alveg upp við vegginn þar sem við sjáum bara ekki. Þá er skipting þar sem Yngvi kemur inn á fyrir Viðar og væntanlega kemur Darren þá inn fyrir Pálma. Já. Það er bara flott að allir að spila og það er að gaman. Þetta er Arnar Smári svona nummer 10. Pétur stelur boltanum, fær kærleystlegt og Darren
Það er þristur frá Guðberti, Ingu með frákastu. Pétur róar þetta niður. Yngvi ætlar bara að dræfa alla leið. Finnur, ja, Finna í horninu. Finni setur tvist. Það er driblað og já, þristur frá Skallagrim. Dundraði Sóni. Fyrra víti á Ingu er Voni. Og staðan 83-100. Seinna víti fyrir Líkóni, 101-183 segi ég. Nú kemur Arnar Smári upp með boltan fyrir Skallagrim. Gefur hann á númer 1, ég er bara ekki með nafn á þessum, afsakið það. Arnar Smári fyrir mjög langa þrist og bara setur hann á hann. Mjög vel gert. Og Pétur upp með boltan. Það róar þetta niður 1:15 eftir af leiknum. Pétur fær skrínir, fer í gegn að finnur Sigga fyrir utan þrist. Siggi neglir í Jóni. Koma Skallagrimsmenn. Mikil barð, skrefar þarna en það er ekki svo naugið. Villa. Fæ sér að villu.